Eitt af hverjum 5 börnum á heimsvísu óvarið fyrir mislingum samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi segir að misskipting og tortryggni hafi mikil áhrif á bólusetningartíðni. Framkvæmdastjóri NATO segir Úkraínu eiga heima í bandalaginu og að landið hljóti aðild í fyllingu tímans. Hann kom óvænt í heimsókn til Kyiv í dag. Börn hafa orðið fyrir alvarlegri eitrun vegna vítamíns og lausasölulyfja sem bragðast eins og nammi. Sérfræðingur í eiturefnafræðum segir bein tengsl milli þess að lyf séu bragðbætt og að ofskömmtun aukist. Sumardeginum fyrsta var fagnað víða land í dag með skrúðgöngum, söng og samveru, sums staðar í glampandi sól. Þúsundir áhugasamra fylgdust agndofa með sólmyrkva í litlum bæ í vestur Ástralíu í morgun. Ungir jafnt sem aldnir hrifust af þessu náttúrufyrirbrigði. Gott kvöld og gleðilegt sumar. 67 milljónir barna hafa farið á mis við bólusetningar alfarið eða mistað þeim að hluta á síðustu árum. Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi segir þetta áratuga afturför. Bólusetningum barna hefur fækkað í 112 löndum á síðustu árum og hlutfall bólusettra barna hefur ekki verið lægra í 15 ár og ástæðuna má að miklu leyti rekja til heimsfaraldursins. Síðustu 3 áratugi hefur dregið jafnt og þétt úr fjölda óbólusettra barna á heimsvísu en árið 2020 byrjaði fjöldinn að aukast á ný. Við sáum þetta byrja að gerast strax í upphafi faraldursins vegna þess að það sem gerðist þá og við þekkjum það öll var að fólk þurfti að vera heima og þar með talið heilbrigðisstarfsfólk. Í efnaminni ríkjum að þar voru bólusetningar seinar af stað. Og þess vegna var töfin enda meiri eftir því að heilbrigðisstarfsfólk fengi sína bólusetningu og gæti þá farið aftur að bólusetja börn. Afleiðingar þessa að 1 af hverjum 5 börnum á heimsvísu óbólusett eða hefur mist af hluta bólusetninga. Einnig 1 af hverjum 5 börnum óvarin gegn banvænum sjúkdómum á borð við mislinga. Þá hefur mænusótt greinst á svæðum sem hún ekki greinst í marga áratugi. Grunnbreytan sem hefur áhrif á bólusetninga barna misskipting tekna í heiminum. Þannig að þetta hefur sérstaklega áhrif á börn í efnaminni ríkjum heimsins og einnig börn í efnaminni hópum samfélaga í ríkjum heimsins. Þannig að grunnbreytan misskipting tekna. Tortryggni í garð bólusetninga og efasemdir gagnsemi þeirra hafa einnig aukist á síðustu árum sem hefur áhrif á tíðni bólusetninga. En hvað til ráða? Fyrsta ráðið að sjálfsögðu bara að fjárfesta í bólusetningum fyrir börn. Það þarf að fara skipulega í þetta og það þarf að fara mjög skipulega í þá vinnu að ná til þessara hópa sem hafa orðið eftir. Vegna þess að veikindi spyrja aldrei landamæri og það þekkjum við mjög vel eftir það sem hefur gerst á síðustu árum. Og eftir því sem færri börn eru bólusett þá minnkar hjarðónæmið. Möguleg aðild Úkraínu að NATO verður rædd á leiðtogafundi bandalagsins í júlí. Þetta sagði Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO í Kyiv í morgun, en þangað kom hann í óvænta heimsókn. Þetta í fyrsta sinn sem Stoltenberg kemur til Úkraínu frá því að innrás Rússa hófst í febrúar í fyrra. Og heimsóknin þýðingarmikil. Orð Stoltenbergs og Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta í morgun voru afgerandi. Let me be clear. Ukraine's rightful place is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's rightful place is in NATO. And over time, our support will help you make this possible. Stoltenberg sagði einnig að hann og Zelensky hefðu rætt langtíma áætlun stuðning NATO við Úkraínu. This will help you transition from Soviet-era equipment and doctrines to NATO standards and ensure full interoperability with the alliance. Цей візит пана генерального секретаря перший за час повномасштабної війни ми трактуємо як знак, що альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною, главу амбітних рішень. А усій Європі та світу потрібне чітке розуміння того, що лише перемога України убереже інші держави і народи від таких же страшних руйнувань, втрат і смертей, які Росія принесла нашій землі.
Þótt Stoltenberg og Zelenski hafi verið tíðrætt mögulega aðild Úkraínu að NATO í dag, ekkert sem bendir til þess að hún raungerist á næstu misserum. Þumalputtareglan þegar kemur að inngöngu ríkja í bandalagið sú að ríki eigi ekki í stríði eða landamæradeilum þegar að formlegri inngöngu kemur. Það þyrfti því að semja frið í stríðinu milli Rússlands og Úkraínu áður en að aðild Úkraínumanna yrði. Pólitískur vilji bæði Zelenskís og Stoltenbergs í dag aðild í fellingu tímans hefði þó vart geta verið skýrari. Urðun á hræjum 700 kinda sem aflífaðar voru í Miðfirði í vikunni vegna riðusmits lauk 5-leytið í dag. Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir, segir í samtali við fréttastofu að vinna á urðunarstað sé á lokametrunum og allar smitvarnir séu tryggðar. Þar með hefur verið fargað 1400 fjár sem þurfti að lóga vegna riðu. En eru yfirstandandi rannsóknir á hvort riða finnist í 20 dýrum sem seld voru til annarra bæja frá Syðri Urriðaá skömmu áður en smitt greindist þar. Foreldrar þurfa að vera á varðbergi gagnvart vítamínum og lyfjum í sælgætisformi. Sérfræðingur í eiturefnafræði segir eitrun vegna þeirra algenga meðal ungra barna. Nýlega var sagt frá ungri stúlku sem varð fyrir alvarlegri eitrun þegar hún innbyrti kannabis sem var dulið í hlaupöngsum sem hún komst í. Ólögleg eiturlyf eru þó ekki það eina sem þarf að varast. Eitrunarmiðstöð Landspítalans fær reglulega inn á borð til sín tilvik þar sem börn hafa innbyrt vítamín og ólífsæðskyld lyf í hættulegu magni því þau líta út og bragðast eins og nammi. Og það hefur færst í aukana núna undanfarið að við höfum fengið símtöl sem að hafa átt sér stað eitranir af völdum svona gummibirna og líka af svona vítamínum sem að eru sykurhúðuð. Þannig að þið sjáu beina tengingu á milli svona ofskömmtunar og bragðbætis eða svona formsins sem að lyfið er í? Algjörlega. Og það er alltaf vandamál þegar börn komast í eitthvað svoleiðis sem er gott og þá borða þeir náttúrulega miklu meira af því heldur að þau myndi gera annars. Úrval vítamína og bætiefna í formi sælgætis hefur aukist mikið að undanförnu. Hægt er að velja ótal bragðtegundir og innihaldsefni í flestum matvöruverslunum, apótekum landsins og á netinu. Ekki síst í formi sem höfðar sérstaklega til barna. Þegar að bætiefnin líta út eins og nammi og bragðast eins og nammi, þá er kannski ekkert voðalega skrítið að börnin vilji háma þau í sig eins og nammi, en þá getur voðinn verið vís. Helena segir alvarleg tilfelli hafa komið upp meðal annars þar sem börn hafa komist í melatonín í hlaupformi. Og því miður er það að aukast að við erum að fá tilkynningar frá foreldrum sem að börnin þeirra hafa innbyrt töluvert magn af þessu. Og þetta er alveg sérstaklega hættulegt ef það er járn í þessu líka, þá er það mjög alvarlegar eitranir. Þá þurfi fólk að hafa í huga að umbúðir geti verið mjög ótraustar. Þótt að sé barnalæsing á umbúðunum, á lyfjunum, þá er alltaf eitt og eitt barn sem getur opnað. Því gildi vítamín jafnt og önnur lyf að geyma þau þar sem börn hvorki ná til né sjá. Myndirðu yfir höfuð ráðleggja fólki að sleppa því að eiga þessi bætiefni í þessu formi inn á heimilinu? Já, ég myndi ekki mæla með því að vera að gefa börnum svona sykurhúðaði vítamín. Það er ekki góð leið. Fulltrúar björgunarfyrirtækisins Smith Salvage eru að meta aðstæður borð í flutningaskipinu Wilson Sko sem strandaði í Húnaflóa í fyrradag. Mennirnir komu til landsins í morgun á vegum útgerðarinnar Neskips sem ber ábyrgð á að útbúa björgunar áætlun fyrir skipið. Til stóð að reyna að losa skipið á flóði í hádeginu í gær en það reyndist pikkfast og fer ekki fet fyrr en búið er að létta það. Garðar Jónsson, framkvæmdastjóri Neskips, segir að áætlun hvernig eigi að losa skipið verði skilað til Landhelgisgæslunnar í kvöld. Sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun segir nauðsynlegt að ráðast í frekari mælingar á laxveiðiám hér á landi til að uppfylla skilyrði alþjóðlegu laxaverndunar stofnunarinnar NASCO. Hann segist vongóður að hægt verði að vernda villta laxastofna. Ísland átti lengi aðild að laxaverndunarstofnuninni en hætti aðild í kringum hrunið 2009. Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra greindi frá því í mars að stjórnvöld ætluðu að ganga aftur í NASCO á næsta ári. Hún vék að þessari ákvörðun á ráðstefnu verndaráætlunarinnar Six Rivers Iceland sem lauk í gær og sagði mikilvægt að Ísland sem eitt af stofnríkjum NASCO taki virkan þátt í umræðinu og gerði sitt besta til að efla enn frekar stöðu villtra laxastofna.
Meðal hvaða sem NASCO setur á þátttökuríki að vera með líffræðileg viðmiðunarmörk fyrir alla laxastofna sína í hverri á. Til þess að geta reiknað út þessi líffræðileg viðmiðunarmörk þá þurfa rannsóknir eiga sér stað. Þær hafa náttúrulega verið stundaðar töluvert alveg frá 1979 til dæmis í þessum ám á Norðausturlandi og við eigum töluvert mikið af gögnum til þess að geta reiknað þetta út. Og þetta er í rauninni bara næsta skref sem þarf þá að eiga sér stað við það að ganga í NASCO. Laxinn á undir högg að sækja og mun meira þar til en áður til þess að hann lifi veturinn af. Margir þættir hafa áhrif á það að nú þarf tvöfalt fleiri hrogn en áður var til þess að aðeins einn lax lifi af fyrsta árið í sjónum. Ef við værum með 1000 hrogn fyrir 2007 þá máttum við búast við því að það kemi einn lax tilbaka úr því. Þið sjá að endurheimtu hlutfallið er mjög lágt. Í dag þarf 2000 hrogn til þess að fá þennan sama fjölda. Hlynur er vongóður áframhaldandi vernd laxastofnanna. Þá vonandi færum að sjá einhverjar grænar tölur ef við tökum markaðinn sem dæmi. Skýra þarf lagaumgjörð og regluverk ef ráðast á í uppbyggingu vindorkuvera hér á landi. Þetta er niðurstaða starfshóp sem kynnti skýrslu sína málaflokkin í gær. Framkvæmdastjóri Landverndar segir skýrsluna sína hver stutt á veg vinnan er komin. Komandi kynslóðir, nærsamfélag, náttúra og dýralíf eru örfáir af þeim þáttum sem starfshópur skipaður af umhverfisráðherra segir að taka verði tillit til við uppsetningu vindorkuvera. Hópurinn segir að þörf sé á skýrara regluverki og heildarsýn í málaflokkinum. Skýra þurfi lagaumgjörð, regluverk og forgangsröðun ef ráðast á í uppbyggingu vindorkuvera hér á landi. Setja verði heildarstefnu virkjun vindorku og taka þurfi ígrundaða ákvörðun hvort afmarka eigi fá og vel skilgreind svæði fyrir vindorkumöstur eða setja því litlar skorður hvar vindorkuver fái að rísa. Nú sé einstakt tækifæri að setja slíka stefnu áður en framkvæmdir hefjast víða land. Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, segir alla vinnu komna mjög stutt á veg þegar að kemur að vindorku og það hafi sést á kynningu starfshópsins í gær. Þá er ekki mikið afgerandi afstöðu að ræða eða afgerandi valkosti hvaða leið við eigum að fara. Það er ekki tekin afstæða til þess hvort að vindorkan eigi heima í rammaáætlun. Jafnframt segir Auður að svör vanti við hvernig innviðir hér á landi myndu ráða við framkvæmdir við uppbyggingu vindorkuvera. Ég held að við gerum ekki grein fyrir því hvað skalinn á þessu er rosalegur. Ein vindmylla er á stærð við 3 Hallgrímskirkjuturna. Það þýðir að innviðirnir sem að þurfa að bera það að flytja þetta, bara það er risastórt vandamál. Og ég held að innviðirnir hérna, bæði þeir raunverulegu en líka þeir stjórnsýslulegu, þeir séu ekki tilbúnir. Starship, geimskutla fyrirtækisins SpaceX, sprakk í loft upp um 30 km hæð yfir sléttum Texas ríkis í dag. Elon Musk, forstjóri SpaceX, hafði áður sagt að líklega þyrfti margsinnis að prófa geimskot með Starship áður en tækist að koma skutlinu út í geim. Fylgjast mátti með geimskotinu á netinu, þar sem skutlan sást ná ríflega 30 km hæð og 2000 km hraða, áður en hún snerist í loftinu og sprakk. Þrátt fyrir það voru vísindamenn SpaceX hæst ánægðir með tilraunarskotið enda tókst að safna mikilvægum gögnum fyrir næstu tilraun. Markmiðið er að Starship komi mönnum til Mars í fyllingu tímans. We should have had separation by now. Obviously, this does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Við höldum áfram að horfa til himins. Það var mikill hamagangur í morgun í annars syfjulegum smábæ í vesturhluta Ástralíu. En þar voru bestu mögulegu aðstæður til að fylgjast með mikilfenglugum sólmyrkva. Áhugamenn á öllum aldri lögðu í langferð til að berja myrkvann augum. Alla jafna er ekki marga ferðamenn að finna í 3000 manna bænum Exmouth á vesturóta Ástralíu. En í morgun voru fleiri þúsund manns þar samankomnir til þess að fylgjast með þessu magnaða náttúrufyrirbrigði. Sólmyrkvi verður þegar máni gengur fyrir sólu og í Exmouth mátti sjá hvernig allt tunglið skyggði fyrir sólu. Almyrkva. Æstustu áhugamennirnir flökkuðu heimshorna á milli. Came from Germany. So we arrived here this morning on this airport. We arrived in Australia on Monday morning. We stay here for 3 weeks.
This is number 13, the eclipse. Og stjörnufræðin virtist heilla jafnt unga sem aldna. Þessi ungi herramaður var með allt á hreinu. What are you here to do today? We're here to see the solar eclipse, first contact, and the whole total eclipse today. It's really exciting. You just need to use these glasses. Now, why do we need to use the special glasses? Because when you look at the sun with your own eyes, they can damage them. Okay. And what are you most excited about today, and how are you feeling? Well, since this is my first solar eclipse, it's really, really great. Og eftir langa bið var loksins komið að stóru stundinni. Awesome! Sumardeginum fyrsta var fagnað í dag og hitinn fór sumstaðar í alltaf 17 stig. Skrúðgöngur og samvera einkenndu þennan fyrsta dag sumars. Sumarið heilsaði með glampandi sól á Egilsstöðum í dag þar sem laukarnir eru búnir að stinga upp kollinum. Sumir notuðu góða veðrið til að taka til hendinni í garðinum og fjarlægðu sprek frá síðasta sumri. Aðrir nutu þess að eiga frí en það var margt mannin í baðstanum vök við Urriðavatn. Víða á Austurlandi var sannkölluð bongo blíða og hiti fór sumstaðar í 17 stig. Veðrið var ekki síðra á Akureyri þar sem fólk naut samverunar í blíðunni. Þetta algjör bongo blíða. Veturkonungur og sumardís leiddu skrúðgöngu á Hvammstanga áður en börnin buðu sumarið formlega velkomið. Vesturbæingar biðu spenntir eftir að komast ofan í hverfislaugina í morgunsárið og meðan var verkið Hafmey eftir Guðmund frá Miðdal afhjúpað fyrir utan. Hann bjó til nokkrar ólíkar gerðir af svona hafmeyjum eða hafkonum því að þess er ekki með sporð. Þetta er bara, eins og ég sagði áðan, dugleg sundkona sem að ná sér í löngu. En enga síður, hann átti þetta til að búa til hafmeyjar sem að það var ákveðin eftirspurn eftir þessu í Skúðgarða víðum land. Og það var sannkölluð sumarstemning í Fossvoginum. Ég held að það verið frábært sumar, ég hlakka til. Þetta ekki okkur tónum fyrir sumari? Já. Þetta var sumar. Í Hafnarfirði héldu úkúlellur sumartónleika, spiluðu á úkúlele og sungu nýtna texta. Og þeir fá byr sem bíða því sólin lét loks sjá sig í höfuðborginni þegar líða tók á daginn, akkurat í tæka tíð fyrir opið hús hjá siglingaklúbbnum Þitt, þar sem sumir renndu algjörlega blint í sjóinn. Við vorum að sigla kæk. Það er mjög gaman, hlustum mér. Hvað er svona skemmtilegt við það? Bara náttúran, vera frjáls út í sjó. Og í dag er sumardagurinn fyrsti, hvernig heldur að sumarið verið? Það er skemmtilegt. Krakkarnir fögnuðu sumrinu af krafti. Vestnorrænn rokkandi svífur yfir vötnum í miðborg Reykjavíkur í kvöld á tónleikum með hljómsveitinni Ham og henni færeysku rokkhljómsveit 200. Hafdís Helga Helgadóttir, fréttamaður, er á skemmtistaðnum Húrra þar sem tónleikarnir fara fram. Það líkur beinast við að spyrja, er allir komnir í Ham? Já, sko, ég veit ekki alveg hvort allir séu komnir í Ham, en ég hef svona heyrt í fleygt að menn séu hreinlega að kasta af sér vetrarhamnum eða gera sér tilbúna til þess að gera það í kvöld. Óttar, sko, hvernig kemur röddin hreinlega undan vetrinu? Það er mest að furða, sko. En röddin mín er nú líka svona rödd sem að þarf að ryðja aðeins út úr sér. Þetta er svona smá, þú veist, þetta er fæðing. Já, verður það þá kannski bara ekstra gott í kvöld eða hvað? Já, ég held það. Það er besta sem kemur fyrir svona rödd er að frjósa aðeins og líka þegja í dálítinn tíma eins og við erum búin að gera. Já,
Sko, einmitt, við tölum svona vest-norrænt samstarf, hvernig kemur þetta allt saman til? Sko, við Ham og 200 við spiluðum saman á tónleikum í Kaupmannahöfn 2006 fyrir 17 árum sem var svona vest-norrænt með einu dönsku bandi og einu grænlensku bandi og það var bara bræðralag hérna. Love at first sight, afsakið orðbræði. Já, ást við fyrstu sýn. Níls, sko, hvernig verður þetta í kvöld? Það verður bara flott. Þetta mjög tilfinningamikið að spila hér í Reykjavík fyrir Lausing, sjálfstæði. Sjálfstæði. Tilfinningamikið og við hafa bjarskíkni, viktigt. Þetta verður mjög tilfinningar mikið, akkurat. Ég jafnvel að þið ættu bara að fá að heyra þess að tjekka á þessu. Já, ég held að bara við fáum að heyra góða tóna, færeska tóna. Lítum til veðurs, á morgun verður norðlæg átt gola eða kaldi, dálítil slydda eða snjókoma á norðanverðu landinu en styttir upp og léttir heldur til þegar kemur fram á morgundaginn. Sunnanlands verður bjart og þurrt, hiti á bilinu 5 til 13 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Í dag var dregið í riðla fyrir undankeppni EM-kvenna í handbolta á næsta ári. Ísland fær spennandi andstæðinga. Ríkjandi Íslandsmeistarar í handbolta í karla- og kvennaflokki féllu úr leiki í gær og í dag. Haukar slógu bæði liðin út. Og 32 liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta lýkur í kvöld. 8 mörk voru skoruð í Víkinni og Ægir veitti F-fáingum mótspyrnu. Rifjum upp helstu atriði frétta. 1 af hverjum 5 börnum á heimsvísu er óvarið fyrir mislingum samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi segir að misskipting og tortryggni hafi mikil áhrif á bólusetningartíðinni. Framkvæmdastjóri NATO segir Úkraínu eiga heima í bandalaginu og að landið hljóti aðild í fyllingu tímans. Hann kom óvænt í heimsókn til Kív í dag. Börn hafa orðið fyrir alvarlegri eitrun vegna vítamíns og lausasölulyfja sem bragðast eins og nammi. Sérfræðingur í eiturefnafræðum segir bein tengsl milli þess að lyf séu bragðbætt og að ofskömmtun aukist. Sumardeginum fyrsta var fagnað víða land í dag með skrúðgöngum, söng og samveru sumstaðar í glampandi sól. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Það eru enga 10 fréttir í sjónvarpinu í kvöld en þær eru á sínum stað í útvarpinu. Nýjustu fréttir eru alltaf inn á rúv.is en við þökkum ykkur samfylgdina í dag á sumardaginn fyrsta. Verið sæl.